Góðan daginn, góðan daginn. Herðu, ég ætla að segja hæ. Benjamin litli, þessi hérna litli sæti strákur, hann sneri sér í fyrsta skipti í gær. Kona mín, Anita, hún náði á vídeo, búin að setja það á Facebook. Litli strákurinn bara, hann er bara að vera stór sko. Eftir 3 daga, þá var þessi hérna, hann á afmæli. Hann er enda sultuslagur, svo mikill úlingur. Hann er að vera 2 ára. Eftir 3 daga, í gær tók ég eitthvað pínlítið upp, ég tók eiginlega ekki neitt upp. Ég ætla að sýna ykkur núna hvernig dagurinn í gær var. Góðan daginn, þá ég og Baltasar, við erum búin að fara í sund. Sjáðu hvað hann er með flott hárið. Þetta er fyrst sinn sem hann fekk svona smá gel í hárið á sér. Lítur ekkert rosalega vel út, en allt í lagi. Nei, voru að færa löppina, annars get ég ekki loka. Já, og hérna við erum búin að fara í sund. Ég er núna á leiðinni heim og ég held að Baltasar verði hann er svolítið þreyttur. Hann er ekkert búin að lúlla í allan dag. Þannig að ég ætla að drífa mig heim og gefa honum eitthvað aðeins að borða. Þegar við erum komin heim úr sundi. Baltasar var bara dauðþreyttur eftir þetta. Og við basically vorum bara upp í sófa og hann var í spjaldtölunni og ég var í símanum eitthvað. Anita er að búið til lasagna núna. En núna 13. ágúst þá á Baltasar einmitt afmæli. Og pabbi, ég er svona mikið þulli að ég fattaði ekki að taka vélina upp. Pabbi og konan hans Steinun, þau komu og gefa Baltasar afmælisgjöf. Já. Og það var sem sagt 3 jól. Þetta er þetta ekki það? Jú. Já, finnst þér þetta ennþá flott? Já. Já, þetta er að sýna okkur. Hann eiginlega kann ekki á þetta. En þau gáðu honum hjálm líka. Og þannig að þetta ég náði ekki. En hérna, já, hann fekk hjálm líka frá þeim. Geðveikt flottur korporsetta hjálmur. Mega sætur. Svo fengu föt líka. En já, eins og með lasagna, ég held að ég hafi sýnt ykkur þetta áður plöturnar og þá með þetta alltaf já, plöturnar auðvitað er alltaf harðar. Ef þú setur þær harðar í ofninn þá óttast að vera þær annarkvæmt ekki tilbúin. Já, það annarkvæmt verða harðar og ekki tilbúin eða bara verða ykkur rugli. En ef þú síður vatn og leiðum að liggja í því í einhvern tíma og þá eru það orðnar mjúkar og þetta er tilbúið í ofninum og þá verður þetta alveg perfekt. En svona, við veitum hvernig Anita gerir þetta alltaf. Hún setur alltaf pakkamús og hérna hann bætir því við kjötið og allt draslið. Það er hrikalega gott. Ég mæli með það, ef þið hafið ekki prófað þá verður það að gera það, það er geðveikt. Gott. Heitt. Blása. Herru, þá hérna er þetta tilbúið. Ég vil lofa þetta er svo bilaslega gott. En við glemdum þessu í ofninum og ég held að brauðið sé kabút. Sem er ömurlegt en skita hjá mér að fylgjast ekki með þessu. Herru, við ætlum að fá okkur í þetta og ég grípi vélina eftir þegar við erum búin að borða. Oh, shit. Ég er alltaf upptöku. Herru, ég ætla að enda þetta dag að taka aðeins fyrir ára við myndið. Þú ert frábært, þú getur gert allt svo þú vilt. Njótu lífsins. Það sem hún sagði. Bye bye. Nú er ég að prófa nýtt app sem heitir Live.me. Ég hef aldrei gert það áður. Það eru, ég held ég sé búin að vera þarna inn á núna í ég sé ekki hægt að sjá það. Ég er búin að vera inn á þessu, hvernig get ég gert það? Já, ég er búin að vera inn á þessu app í einhvern smá tíma og ég hef komið með einhverja 75 sem er að fylgjast með, kann ekkert á þetta. Ef þið viljið fylgjast með mér live þá getið þið fundið mig inn á Live.me á þessu appi. Ég veit
veit eða ekkert hvað appið er sko. En endilega, ef þið viljið fylgjast með ég er live núna og munur örugglega vera live út seinna. Endilega addiði mig þar, followa mig þar undir Danny DH, þið þekkið þetta. Þá er Anita loksins komin heim. Hún var í einhverju svona VIP partíi sem bara greinilega hún og eitthvað svona annað frægt fólk fær. Hvað varst að fá, segirðu? Hvað vorum við að fá? Þetta myndir, voru að taka mynd af ykkur hérna? Fekk hana ból. Wow. Og Baltasar fekk buxur og peysu sem er ekstra hérna. Ok. Það er þannig okkur þessu 3 sokkar fyrir þig. Þannig já, Jack and Jones. Já, þetta er hérna kompani hérna sem á alla verslanum. Bestseller. Nammi. Nei, veski. Rakakrem fyrir þig. Új. Má ég eiga þetta? Ætlar þú að eiga Já, þetta? ég var að hugsa þig sko því Nice. það var því þið vantaði eitthvað. Já. Vassbrúsi. Ég ætla að setja þetta hérna. Naglana. Peysa handa þér. Hvað er þetta? Hleðslubanki. Új. Og hvað vantaði með þannig? Þú tókst hann Ekki fyrir iPhone. Já. Ok. Þetta er peysa fyrir mig, segirðu? Új. Nice. Og svo fekk ég svona. Þetta er samt svo ömulegt að sjá þetta svona, þetta er eitthvað bara svona drasl. Baltasar ætlar að taka Name It. Já, Name It bókin. Name It bóki. Það var bamsi og spil og svo eru tvennar húfur hérna. Þú veist að ef Baltasar kemst í þetta spil, þá ætlar að vera út allt sko. Hérna er peysan á Baltasar. Það er þetta ógeðslega töff. Það er reyndar snilld að vera með stuttbuxur út að við erum að fara til útlanda og við erum einmitt að fara í sólina og það er gott veður og fínt að hafa við stuttbuxur. Stuttbuxur kostar 5 og 4, 6 saman. Ha, 6 saman? 6.000 krónur. Nei, 5.400. Það er ekki mikið. Það er ekki mikið. Já. Þetta er kortið, takk fyrir að leyfa mér að spila. En bara svo þið vitið að því, þá var hún ekki að kaupa nærið því allt þetta dót. Þú fékkst, eiginlega bara það sem við sýndum fyrst, það var það sem þú fékkst gefins, eða ekki? Jú. Þannig að þið, hana, í þessu kompaníi, bestseller, ég megi muna eftir því að senda mér líka invite. Ég hef alveg áhuga á því að koma líka. Þið fengi peysuna. Það var bara út af því að þú tókst það. Nei. Ekki það að þeir sögðu, herðu, langar ekki annað? Nei, hún spurði hvort að manninn minn langar í þau, ég sagði jú, ekki. Þannig að bara takk aðeinslega fyrir mig, en þið megið samt alveg muna eftir því að bjóða mér í svona partí líka. Ég hef mega gaman að því og Nokko, ef þið viljið sponsa mig líka þá hef ég mikinn á því líka. Það er að besti orkudrykkur á Íslandi, Nokko. Segir maður Nokko, Nekko. Herðu, Anita er að fara að þjóta núna með Baltasar í klippingu. Ég ætla að vera heima með Benjamin. Ég ætla bara að biðja Anitu að snappa vel mikið. Þarna... Já, einmitt, snappa og halda á ménu á saman tíma. Hún massa það alveg? Nei. Hún er ofur kona. Já, ég veit ekki hvort við náum eitthvað að taka það upp. Ef það kemur núna þá kom það, ef ekki þá kom það ekki. Bla 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 bla. Já, við ætlaðum að fara að skoða dótið sem við vorum að fá og ég sýni ykkur kannski eitthvað meira að því eftir. Þá var Baltasar komin úr klippingu og Baltasar, má ég sjá þig? Má ég sjá þig? Vá, hvað mikil töffari! Bam, bam, bam! Við ætlum aðeins að kíkja út. Þá erum við komin í leikskólan sem Baltasar verður í núna næstu 2 árin, 3 árin, ég veit ekki hvað hann er lengi. Og þvílíkur töffari. Nýkliftur, algjör töffari. Og finna við það er að hann vil setja sjálfur á sig sólgleraugun og eiginlega bara leiðu ég opnaði bílinn, þá setta hann sólgleraugun á sig, algjör töffari. Það er að koma! Og ágóð mikil töffari. Hvor að sitja? Wow. Það er að koma niður?
1, 2 og... Vá! Já, fyrir þá sem ekki kannski vita... Veitu, hvernig er zoomið? Það er lagi. Já, fyrir þá sem ekki kannski endilega vita þá er Baltasar að fara hérna í leikskólinn Hvamm núna eftir að við komum að utan. Við erum auðvitað að fara til útlanda og hann mun vera í þessum leikskóla. En það sem er svona, það sem ég hef mestar áhyggjur af er að hann hefur mestan áhuga á leiktækjunum sem eru fyrir eldri krakkana. Eins og þetta til dæmis. Og svo eru þetta rennibraut þarna niðri. Og hann vil helst fara í stóru rennibrautinu og hann finnst það mest spennandi og mest cool. Það er að vera öfugur. Baltasar. 1, 2 og oing. Voru að sitja almennilega? Voru að sitja almennilega? Já, duglegur. Núna er klukkan orðin margt, klukkan er 6, þannig að ég þarf að fara að koma stráknum heim. Við erum að fara að grilla eitthvað kvöldmat og við bara sjáumst heima. Baltasar, ég koma heim. Nei, það var bara hraður. Shit, hvað er gott veður. Nebbakoss! Nebbakoss! Svo nebbakoss er basically að nebbarnir okkar séu svona kísjast. Nebbakoss! Nebbakoss! Ætlarðu að taka nebbakoss? Nei! Hann var að segja þetta áðan, nebbakoss. Sem er ógeðslega krútlegt út af því að mér finnst nebbakoss svo krútlegur eitthvað. Litli hnoðri. Hæ. Hæ. Já. Já. Já, fyrir ykkur þá var Anita einhvers staðar í einhverju viðburði og fékk alls svona dót gefins. Heldur að kallinn hafi ekki bara verið að fá hérna frá Möstu maður. Ha? Þú kveiktar ykkur og þú voru ykkur. Svona ágætlega upp alið hjá þér. Já, kenna nú mér ekki svo. Ég held að það sé meira svona spenntur yfir því hvað þetta er að gera, sko. Já, allavega. Afsakið háan. Drengurinn er að vinna sig inn dagpenning. En allavega, ég fékk bréf hérna frá Möstu, stílað á mig. Þeir vilja fara í samstarf með mér. Nei, ég er að fara á okkur sýningu, þeir að bjóða mér á sýningu sem verður frumsýning 12. ágúst. Laugardaginn. Já. Og skotna við það er að ég er nýbúinn að segja við Anitu, ég voru að skoða myndir á nýju föstunni á henn. Hann er lengi úr lúfið. Mjög gott. Ef ég man eftir því þá kannski kík ég á það. En kemur í ljós. Ég er nú svolítið Möstu perri og hérna. Herri, þá erum við búin að henda húsinu að Baltasars loksins út sem við ætlum að vera löngu búin að gera. Vá! Þannig að þetta hús hefur basically alltaf verið inn í herberginu hjá honum. Baltasar. Halló! Ég held að hann sé bara þrjusu sáttu við að þetta hús er loksins komið út. En herbyggi hjá honum Baltasar er nú ekkert eitthvað stærsta herbyggi í heimi. En hérna, Anita, ætlar í alvörunni að halda að þetta eftir að vera í friði? Ég ætla bara að reyna það. Sagði ekki reyna, varstu ekki að reyna? Já, ég er alveg viss það. Ég gef þessu... Gef þessu 10 mínútur? Já, bara leið og Baltasar sér þetta, þá er hann búinn að rífa þetta allt í sundur og býta þetta og eitthvað. En sem sagt, þetta var basically húsið var hérna í hótinu. En það er spurning hvernig þú ætlar að snúa þessu núna. Ég myndi ekki færa rúmið út af hann að vanur að rúmið sér.
Ég bara alltaf að ná klára reyksogaskóla hérna, það er mjög sátt. Mér er alveg saman hvernig þú ræðar þessu upp að rúmið verður ennþá. Út af að þú veist, vaninn skilur hefðin er að rúmið er þarna og þú veist, það er búin að læra og skulum ekki fokka því upp. Ég nenni því ekki. Það er eiginlega ekki búið. En ég er ennþá að bíða eftir því að við fáum okkur kvöldmatt og... Já! Fjarsjóður, sagði hann. Leifur ekki íska dundurnar. What? Hvar var þetta? Það er göngunum. Göngunum? Það er hérna... Aha, það er búin að fela það inn í þessu. Það var ekki hérna. Við vorum að pæla í hverju óskupunum allar dundurnar að spalta sem væri farnar. Hvort hann væri farin að fela þær að tína þeim eða henda þeim eða... Og það er hann sjálfur farin að henda í rusli. Ég var farin að gruna bara svona að halda, ok, sko. Það er það. Já. Hvað er þetta? Hvað er það að gera? Herðu, þetta er ekki góði. Veistu, ég sagði það hérna, leið á myndi sjá þetta og myndi ráðast á þetta. Herðu, ég ætla að reyna að fara að búa til einhvern mat og við bara sjáumst að þessu. Herðu, þá erum við loks komið mat og við nefndum ekki elda, þannig að við ákvaðum að panta okkur lokal. Ég endaði með því að fá mér Mexico, veit ekki, þetta heitir eitthvað Mexico, eitthvað, hann lét sleppa jalapeno út að ég nefndi ekki að hafa þetta óstert. Og Baltasar er að geta snitsja og Benjamin er að horfa á okkur. Þannig að það slafra þessu í andlitið á mér og það eru 6 dagar, ekki, 6 dagar þangað til við förum út. 6 dagar þangað til við förum til útlanda. Hvert við erum að fara, það kemur í ljós. En ég verð að viðurkenna að ég er drulluspenntur. Komast aðeins í sólina. Það er eiginlega bara svona mesta hintið. Að það er geggjusól, það er 30 stiga hiti. Plús kvöldin aðeins mínus. En þetta, ég á eftir að blómstra það. Þetta verður ógeðslega gaman. Ég ætla að fá mér í þetta. Sé ykkur eitt smá. Baltasar! Hæ! Já, nú erum við öll búin að fá okkur að borða. Benjamin er að borða núna og það fer að styttast í að Baltasar þurfa að fara að lúlla. Hann veit held ég alveg að hann er að það er verið að fara að undirbúa það að hann þurfa að fara að leggja sig. Þannig að ég held að ég muni bara hætta í dag, stoppa í dag. Þannig að ég ætla bara að enda þetta í dag, takk æðislega fyrir áhorfið. Mundu þú ert frábær. Þú getur gert allt sem þú vilt. Sparka! Með hvernig dagurinn í dag, þá eru 3 dagar þangað til að Baltasar Leví, hann verður 2 ára. Þannig að það er bara ógeðslega gaman, ég hlakka rosa til þegar hann þegar afmælið verður. Vonandi að það verður gott viður. En já, ég ætla að enda þetta í dag, bara takk æðislega fyrir áhorfið. Mundu þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, takk fyrir mig, bye bye.